Komið sæl, við hjá Augnabliki Iðnaði erum komin hérna fyrir utan Arctic Trucks og ætlum að fá að fræðast sögu fyrirtækisins og jeppabreytingar og ferðir á Suðurpólinn og alls konar skemmtilegt og spennandi. Emil Grímsson, framkvæmdastjóri, velkomin. Já, takk. Við ætlum að fá að forrita svolítið hvað þið gerir hérna í Arctic Trucks og svona og söguna og fleira. Og byrjar kannski að segja okkur aðeins svona frá því hvað svona sögu Arctic Trucks, hvernig þetta var stofnað og svoleiðis. Já, sko, við sjáum það að hérna í svona frá 80 til 90 að það var mjög mikið að gerast í þessu á Íslandi. Okay. Og menn eru svona að prófa sig áfram með alls kyns lausnir og í jeppabreytingum og menn alltaf uppgötuðu að menn gátu keyrt á snjó með stórum dekkjum og lítil oft og það alltaf hefur gríðarlega mikinn svona, hvað við segja, aukið notagildi, það getur gert það á Íslandi sérstaklega. Ferðafrelsi og bara, þú veist, þú bara að staðið vera að vera að nota snjóbíla, að vera að háða snjóbílum eða snjóstöðum og slíku, þá getur alltaf gert þetta á bílnuðinu sem að gjör byltir sko því dæmi. En ég byrjaði hjá Toyota Íslandi hérna 89 sem markastjóri og þegar ég byrjaði þar að þá Toyota og bara allir aðrir á Íslandi sem voru fyrir bílahálfundu, þeir voru bara mót þessu. Já, það var bara svoleiðis. Já, ég meina, þú veist, menn voru bara að saga bílinn í sundur og hækkað og bremsurnar ómögulegar og ekkert hægt að gera við þetta. Þetta var eiginlega bara svona svolítið Wild West. Akkurat. Og ég svona kom með það markmið á þessum tíma að ég vildi reyna að gera Toyota eigendur þeir ánöðustu eigendur landsins, bílaeigendur. Og það var alveg bara mjög skýrt hjá mér á þessum tíma. Þannig að hérna, mér fannst það ómögulegt þegar ég horfði á mitt fólk vera raunverulega að hóta viðskiptavinnunum. Ef maður ætlaði að breyta bílnum, þá myndi að missa ábyrgðina, þá myndi við getum gert við þetta, við getum gert hitt og þetta. Þannig að ég fór að pæla virkilega í því, hvað getum við gert til þess að mæta þessari þörf. Þetta klárlega þörf og hún bætir það sem við erum að bjóða. Þannig að þetta var eitt af þeim hlutum sem ég horfði mikið á og ég fór í það að reyna að finna einhverja lausn erlendis. Ég fór til Toyota í Bandaríkjunum og bað þá að hjálpa mér og fór á fleiri staði. En svo áttum við okkur á því að þetta væri eiginlega bara svolítið sér Íslands fyrirbrigði. Og við endum með því að svona fara að hugsa svolítið í lausnum og við endum með því að stofna Toyota Aukalutur, ráða inn til okkar fólk til þess að bara reyna að gera þetta betur og vanda með þetta til þess og reyna að bjóða þessa þjónustu inn í Toyota. Og við vinnum undir Toyota Aukalutur dálítið tíma en fljótlega gerum við okkur grein fyrir því að við eigum ekki Toyota-nafnið. Það Toyota Japan sem á Toyota-nafn og við getum ekki notað það. Þannig að við þurftum að finna annan nafn og það nafn var lengi í að koma. Og við enduðum í Arctic Trucks. Það var svona það nafn sem varð að lokum niðurstaðan. Það er nú svona eins og maður segir vel gert, mjög flott nafn. Það var svona sterkt sko, þess að á þessum tíma þá voru við okkur mjög minnistætt það að Toyota, þeir hétu Toyota með D. En þeir fóru í einhver talnaspeking, 50 eitthvað eða 40 eitthvað og spáði eitthvað hvaða sko, það er einhver heppnistimpill, ég veit ekki alveg hvernig þetta eitthvað svona sem menn trúa á þarna, að ef þið breyttu D í T að þá kom annað númer út úr þessu sem var meiri gæfa fylgdi og hérna við kunnum nú ekkert þennan útreikning en Arctic Trucks hljómaði svona eins og svona Toyota, það var svona sterkt og hérna við tókum það var niðurstaðan. Já, frábært og síðan bara þá hafið, hvað við að segja, vaxið og dafnað. Já, við náttúrulega erum inn í Toyota alveg fyrstu hérna 15 árin. Þar erum við alveg þar inni og hérna en 2005 þá verður félagið sjálfstætt. Og þá förum við voru reyndar aðeins byrjar á því fyrr, þá förum við að framleiða eða sem sagt að búa til fyrir fleiri merki. Og förum meiri fókus á erlenda starfsemi. Við vorum byrjaðar á Noregi áður.
en þá fyrir við svona meira að reyna að byggja okkur upp. Já, og þið hafið alveg frá þeirri tíð verið að vinna líka ekki bara á Íslandi? Nei, við semst byrjum á 99 byrjum við formlega í Noregi. Já. Og síðan byrjum við hérna, erum við aðeins byrjar að svona í Eystrasaltslöndunum hérna kringum 2006-07. Svo kemur nú alltaf hrunið á okkur og þá þurftum við svona aðeins endurskipuleggja okkur. En við unnum síðan stóran alþjóðlegan samning við norska og sænska herinn. Þarna 2010-11. En 2015 þá svona reynilega breytti stefnan og við ákváðum að vera meira bara í einstaklingsfókus á bíla sem að snúa af einstaklingum en ekki kannski beint í svona stórum verkefnum. Í þessu risaverkefni sem eru annarkvort bara í ökla eða þeirra sko. Já, akkurat. Og gekk það þá út á breytingar á bílum í, hvað erum við að tala um, stórar eða mikla breytingar eða svona misjafnt kannski bara? Sko, við fórum í tvær áttir. Eitt var, við fórum mjög mikið í að þróa bíla fyrir suðurskautsferðir. Já. Því að við vorum á suðurskautinu, erum við fljótlega farnir að koma verkefni svona upp í hendurnar. Það sem við erum að gera ákveðna hluti sem voru bara algjörlega nýir þar. Og þar erum við fljótlega að sýna fram á 5-10-falda minnkun á eldsneyti í ákveðnum tegundur leiðangrum. Og við erum að fara 3 til 600 hraðar heldur en snjóbílar. Þannig að við erum eiginlega að búa til alveg nýjan grunn fyrir starfsemi sem hægt að gera bæði fyrir vísindi og fyrir annað. Þannig að við förum fókusin verulega á það að reyna að búa til bíla sem henta í þetta og endast í þetta. Nú eru náttúrulega, þetta alveg gríðarlega erfitt svæði að fara Og hinn hliðin var svo að fara bara með framleiðendum eins og Toyota, Isuzu, Nissan og fleirum og búa til, hvað við segja, minni breytingar. Sem eru þá leggja áherslu á mjög flott útlit og meira þennan lífstíl sem hendar þér kannski í minni, ekki til að keyra yfir suðurskautið, heldur svona til þess að kannski fara í góðar og bara auka njótagildi á sumrin kannski meira. Þannig þetta eiginlega svona, verður eiginlega til svona hilluvara eða þannig svona tilbúin laust fyrir ákveðna tegundar bílum. Þannig að það þarf ekki alltaf að finna upp hjólið í hvers skipti. Nei, akkurat, Við verðum sem þess að kalla second stage manufacturer. Þannig að við höfum viðurkenningu frá Nissan, Isuzu og Toyota í slíka. Þannig að það kannski meira á erlendu grunni sem við erum með þá stöðu. Hérna á Íslandi eru menn bara allt í öllu einhvern veginn. Þetta svona aðeins meiri grautur sko. En hérna. Með marga hatta eins og þetta Já, nákvæmlega. En hvernig, ef við förum aðeins kannski tilbaka þannig, bara svona hefðbundin breyting, ef það til eitthvað sem heitir hefðbundin breyting. Ef ég kem hérna bara að banka upp á með bílinn minn og ég vil kannski ekkert endilega fara í jöklaferðir eða upp á eða á suðurskautið, heldur bara svona, ég vil bara hafa svona aðeins meiri möguleika á að nota bílinn minn meira. Í hvað ferli fer þetta? Sko, það fer svolítið eftir hvernig bílu þú ert með, en svona að grunni til þá erum við oftast að vinna með bíla sem við köllum jeppar á Íslandi. Jepplingar þetta getur átt við jepplinga að vissu marki, en svona grunni til þetta frekar þá bílar sem eru byggðir svona aðeins meira sem slíkt tæki. Það sem sko algengast hjá okkur það að þeir sem að ferðast á sumrin ferðast þurfum að fara yfir ár að keyra á hörðum og leiðilegum vegum, holóttum vegum, að færa stækka svolítið dekkin, 33 ár, 35, 37. Þessi dekk bjóðar upp á að keyra með loftþrýsting eins og 35 tóma, þú getur verið að keyra þetta ef bílinn ekki of þungur, á svona 10 til 12 pundum og þá gerir þú ferðalagi bara allt annað sko. Þá hættir að braka og allt í öllu sko. Þá verður ferðalagi hálendi Íslands bara
allt önnum grunni og þú ert líka öruggari þegar þú ferð í einhverja sandbleytu eða í átnar og svona. Þannig að það svona kannski, myndi ég segja, algengasta breytingin. Kannski ekki nú algengt að fólk almennilega skilji hvernig á að nota það samt, sko. Af því þetta byggir rosalega á því að nota lofthræstingin. Já. Það svona, til þess ertu að þessu. Þú ert að fá stærri dekk til að geta hleypt úr því. Já, akkurat. Minna dekk hefur miklu minna rými til að leyfa að ganga með, eða keyra með minni lofthræstingi og þess vegna verður alltaf hlutfallslega harðara heldur en stóra dekkið ef að því þú getur hleypt meir úr því. Já, en þetta svona í rauninni kannski að gera meira pláss fyrir dekkin og setja aðeins stærri dekk en það kannski, þú ert kannski ekki endilega að fara í mikið meira í þessum hefðbundnum breytingum. Já, nei, þú veist, einfaldast dæmið þá heldur ég bara orginal fjörunni og við erum yfirleitt að reyna að halda sem sagt, þyngdinni niðri. Yfirleitt að reyna að halda henni þannig að þyngdapunkturinn sé lágur. Fáir ekki sko velting í bílinn og við erum ofta svona kannski örlítið að lengja á milli hjóla þannig að fáir hennar stöðuleika sem að fylgir því því að bílinn fer alltaf aðeins upp þegar þú ert að breyta honum en þannig að áherslan svolítið mikil á þetta en svo alveg annar geiri sem að bætist við og það að fara í fjörunarbakka og það að vera algengara núna, menn farin að skilja það betur. Það að bæta við, geta lengja örlítið fjörunarsvið og vera með öfluga dempara. Það kemur svo enn einur dynamík í því sem að gerir þér hæfara til að keyra á svona erfiðu landslagi, erfiðum vegum. Já, og þetta jafnvel verið að nota í þessum 33, 35, 37 tónn breytingum. Já. En svo erum við með næsta stærð fyrir ofan. Já, svo stækkar þetta og verður meira annað og meira sko og mjög algengt hérna á Íslandi líka 38. Þegar þú ert komin í þá stærð, þá ertu komin í svona, ef þú ert ekki með mjög þungan bíl, þá ertu komin í það að geta keyrt jöklana. Já, akkurat. Og þú getur keyrt það svona stærstum hluta ársins. Já. En það koma samt færi sem að 38 tónn bílarnir eiga erfitt með. Já. En það svona bíl sem að ennþá almennt talað mjög nálagt því að vera í notkun eins og venjulegur bíl. Já. Þú gengur inn og út hann, þú veist, þetta auðvelt sem fjölskyldubíl. Akkurat. Og Ísland fer ekkert svo mikið upp, þetta venjulega nokkuð stöður í öllu dæmi, þannig að þeir eru svona, en svo þegar þú fara að hærra, að þá fer hann endur svolítið eftir í hvaða dekk þú færð undir bílinn. En bílinn fjarlægist meira og meira þennan grunnbíl sem þú ert með og hann verður meira sérhæfðari. Það til í dag að þú getur verið með bíla á 44 tómum og góðum dekkjum sem að eru bara virkilega skemmtilegar að keyra og fínt að ganga og svona, en svona, ef við talaðum svona almennt, þá verður slíkur bíl, hann fer fjær því að vera svona venjulegur jeppi. Og hann þarf þá væntanlega kannski annað viðhald eða öðru segja meira viðhald. Hann þarf meira viðhald og þetta náttúrulega miklu dýrari breyting. Dekkjagangur getur kostað sko milljón eða eitthvað sko, þú veist að eða hálfa til milljón eða eitthvað og þannig að þetta verður dýrari útgerð en þú ert komið með bíla sem drífa þá orðið svakalega mikið og henta fyrir suma, þú veist, meina björgunarsveitir og annað, þetta alveg bara, þú veist, ef að björgunarsveitir hefði ekki svona bíla að þá væri starfsemi björgunarsveita miklu erfiðari og miklu óhagkvæmari. Og þetta á líka við bara jafnvel fyrirtæki, Landsvirkjun og Símann og símafyrirtækin og svo jafnvel bara, þú veist, getur það verið bændur eða aðrir sko sem að hafa mikla þörf fyrir eftir í hvar þeir eru, hversu mikið þeir þurfa að drífa
Og svo hérna ferðaþjónustan. Ferðaþjónustan er svo alveg eitt geiri sko, sem að hvarf bara núna. Já, en kemur nú aftur. Hann kemur nú aftur. Já. En það eitthvað bara vara sem hægt að bjóða upp á út af þessu sem að hefði ekki annars verið hægt. Að sýna ferðamönnum þessar hluta af landinu sem og á þægilegan hátt. Já. Þetta opnar alveg nýjar víddir og þetta gerir allt öðruvísi, þú veist, ef þú myndir fara á Malbik allt hálendið og setja það allt inn í grindverk, að það allt annað ferðalag og allt annað ævintýri fyrir fólk að upplifa það heldur en að upplifa það í stórum jeppa og keyra yfir ánnar og þurfa aðeins að príla og gera sko. Þetta er bara allt annað sölu vara og hugsun sko, og gefur Íslandi svona þessa ævintýri ímynd sem við þurfum að halda, sko, sem við erum að selja. Akkurat. Og þannig að upplifa þetta einmitt sem hreina og flotta náttúru að því að það ekki búið að malbika út um allt og akkurat. Það góður punktur. Segðu mér aðeins meira með björgunarsveitinni, hvernig þið eru einhverjum svona tengslum við þá eða samvinnum við þá, vinnið fyrir hinn á þessar sveitir eða hvað? Já, sko, við höfum náttúrulega gegnum tíðina, ekki með tölu á því, en við höfum breytt mjög mörgum björgunarsveitabílum og við höfum náttúrulega átt samstarf við auðvitað náttúrulega hafa mjög margir starfsmenn hjá okkur verið tengdir eða verið í björgunarsveitum og þannig að semst bara almenn starfsemi alltaf tengd einni eða mörgum björgunarsveitum en mér finnst svona kannski persónulegt verkefni hjá mér sem hefur kannski verið núna bara eiginlega þessu ári er að ég tel að við getum gert meira fyrir björgunarsveitir og við getum reynt að ná fram með staðlaðri vöru og með staðlaðri vöru getum við náð miklu meiri samþættingu á starfsemi þeirra og við getum náð meiri annars vegar bara ef það samskonar bíl eins breyttir eða nánast eins breyttir þá lærum við og skiptum milli, þá getum aukið ekstra öryggi mikið. Ef það eru 30 bílar í umferð eins, ef það bílar einum tveimur, þá getur kannski komið veg fyrir að heilu 29 komið það sama. Og það svona verkefni sem við vorum að keyra virkilega hart á í þessu ári og fór í samstarf við Landsvirkjun, við Landsbjörg, og fekk flottan hóp hjá þeim til að ráða hvaða bíl það væri sem geti verið sniðugur í sem laust fyrir þetta og sem að væri þá byggð á fjölda og við vorum svona komist niður á ákveðna grunn inn í því og erum núna byrjar að vinna þá laust virkilega. En náttúrulega sko björgunarsveitir eru mjög víða og starfa við mismunandi grunn og hafa mismunandi efni og fyrir utan það þá hafa rosalega mismunandi skoðanir. Og hvað sé þetta sem virkar. En þannig að það ekkert mjög auðvelt að fá menn til að sameinast það að bíllinn eigi ekki að vera hækkaður meira eða hækkaður minna eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það búið að vera svolítið vinna í því en þetta samt þessi vinna hefur farið vel á stað og við erum búnir að gera við erum með bíl númer 2 umferð núna. Og ég alveg með stefna á það að reyna að búa helst til 40-50 svona bíla og reyna að koma þeim í umferð og byggja á sama grunni þá bíl sem við myndum nota fyrir Suðurskautið. Hvað segja mér svona fyrir áhugasama, hvernig bíl var það sem að, og hvernig breyting? Við völdum Ford 150 sem er amerískur bíl og það sem hann hefur og svo grunnur sem hann hefur að hann smíður á áli, hann smíðað með mjög þekktar stærðir svona, hann með margar vélar og hann með nokkur tegundur af bodíum sem hættir að velja, þú getur mætt mjög mörgum þörfum á sama grunni. Hann það léttur, hann lítið þyngri heldur bara Toyota Hiluxin sem við höfum vunnið með mikið og Land Cruiser 150 bílar sem við þekkjum gríðarlega vel og eru mjög góðir en þarna erum við komnir á bíl sem bara með miklu meira pláss og mönnum vantar meira pláss og það var bara skýr innbyrð þannig að við finnum þess líka á Suðurskautinu okkur vantar meira pláss við
þurfum að finna, náttúrulega að fá sama lærdóm á bílinn, við þurfum að vita hvað bílar og hvað bílar ekki og svo framvegis og það gerur ekki bara með einni breytingu eða tveimur, það gerur með fjöldunum og mikilli keislu. Þannig að við teljum okkur vera komin á stað þarna með verkefni sem við vonum að fá. Er hann ekki eingöngu með bensínvél? Hann til með dísil. Hann til með dísil, já. Og hafi verið að þessi tveir sem eru þeir dísil eða bensín? Annar dísil og hinn bensín. Já, ok. Báðir eru svo kallaðir Super Crew sem eru svona innan og með lengri pallinum, 2 metra langur pallir. Plássið inn í þessu alltaf allt annað heldur en að við höfum verið að venjast í svona þessum minni bílum sko. Já, akkurat. En það fylgja þessu fullt af kostum, en það er ekki bara kostir, það fylgja þessu galla líka, en þegar við vegum og metum svona þessa stöðu, að þá vorum við sammála, þessi hópur sem var þarna, að þetta væri stórt skref fram á við fyrir björgunarsveitir landsins, sem er kannski það sem heldur þessu aftur núna, að þeir fengu ekki að selja kallinn sinn. Nei. Og nú veit ég ekki hvort þið geta selt flugvelda. Nei. Þannig að nú við erum búin að leggja verulega mikið í þetta, en nú er svona spurning, sko, allir halda þessir höndum eins og er. Já, eðlilega kannski. Þú myndist á Suðurpólinn. Hvernig kom það til að þið fóruð að taka þátt í því? Árið 1996 þá fara 2 bílar hérna á vegum sænsku pólastofnunar. Það er svona uppbrunni hjá Jón Svanþórs hérna á Íslandi. Hann svona kom með þetta verkefni til inn í Toyota, inn í Arctic Trucks þar. Og Freyr Jónsson heitinn, þeir fóru 2 saman og þá fáum við svona fyrsta smjörþefinn að þessu. Það náðist ekkert að fylgja þessu eftir, en við allavega vissum þá að við gætum farið upp á hásléttuna og bílarnir gætu keyrt þar. Þú vissir ekkert þetta landslag áður, þú vissir ekkert hvernig þetta væri, hvað svo kalt þetta væri orðnalli. Af því að við höfum ekkert hérna á Íslandi sem getur tekið þennan, við höfum eitthvað viðmið með kulda sem þarna er, sko, þetta er að tala 40-50 stiga frost. Sko. Akkurat. En síðan, 2005, þá fer hann, Gunni Egils, þá fer hann á Suðurpólinn, á bíl sem fer aðeins aðra leið en honum tekst það að komast þá á 600 bíl þar. Og það gefur okkur svona aðeins meiri vitneskju, en síðan árið 2008 þá fáum við mega verkefni að fara miklu lengri leið, miklu hærra og svona ég stundum hugsaði eftir á hvernig í ósköpunum datt mér í huga að segja já, við getum þetta þegar ég var spurður það. En það hafðist á þeim tíma. En það er 2008-09, það season, þá förum við, myndi ég segja, sko, það sem við höfum gert 97 og það sem Gunni hefði gert þarna í 2005. Það verður svona mjög lítil verkefni, en allavega þau gefa okkur grunn fyrir það að fara. Og við byrjum þá, sýnum fram á hvað við getum gert og í framhaldi af því þá förum við að fá miklu fleiri verkefni. Við fáum eftirspurn frá öðrum svona starfsaðilum þarna og síðan frá vísindastöðum á svæðinu. Þannig að í dag við búin að búa til 32 bílar sem hafa keyrt á Suðurskautinu og 27 eru það núna í starfsemi. Við höfum keyrt 300 eða samtals hafa bílarnir sem við höfum haft með umsjón með 340.000 kilometra. Já. Þannig að sko þetta er í nýjum víddum sem við erum konum með reynslu þarna. Við höfum ekki töluna yfir til dæmis hvað eins og Pólastofnun Kínverja, hvað Pólastofnun Þjóðverja, við vitum nokkuð hvað Indverjarnir hafa keyrt. Við vitum ekki hvað Suður Kórea hefur keyrt. Við vitum nokkuð hvað Finnarnir hafa keyrt en við erum komnir með stöðu, sem bara virta stöðu á þessu svæði, þannig að þar erum við búin að gera núna 35 vel heppnaða leiðangra og erum bara í ákveðinni tegund af starfsemi erum við bara með einstaka stöðu á heimsvísu, sko. Já, þetta hlýtur að vera stóri skólinn, bara að geta nota þessar upplýsingar allar. Já, ég meina, þú veist, núna erum við bara, við höfum bara þá stöðu í dag að
ef að einhver ætlar að gera ákveðna tegundaverkefnum á Suðurskautinu, þá erum við þeir einu sem bjóðum aðstöðu í því. Og við erum orðnir aðilar að IATO, sem svona samtök ferðaþjónustuaðila þarna, og það háð með ýmsum skilyrðum og ekkert auðvelt alveg að komast þar inn. Og við störfum í gegnum bresku utanríkisstofnunina með leyfisveitingar og annað. Þannig að ég er mjög stoltur í hvað við erum búin að gera þarna, sko. Mátt vera það er alveg klárt. Það er nú ekki hægt að tala um bíla árið 2020 án þess að tala um rafmagn og rafmagnsbíla. Hvað get ég bakka Teslinn minni inn og fengi hann á 38? Við erum mjög spenntir fyrir því að fara í rafmagnsbíluna. Því mun fylgja bara bæði kostir. Það eru ennþá svona hlutir óleystir þar. Og við þú veist, við erum bara ekkert með nema við förum í rafmagnsbíluna. Og þannig að þú veist, það er eitthvað sem við erum bara að fylgjast virkilega vel með, en í grunni til að þá er breytingin það að setja stærri dekk inn, finna rétta þyngdarpunkt, það að breyta body á bíl og vinna með fjörunum á bílnum og svo framvegis. Þetta að grunni til eins. Þannig að við höfum allan grunninn. Það sem kannski verður meira mál og það sem við þurfum við höfum svo sem aðeins verið að skoða það á vissu sviði, en það verða þessar stýringar. Og svo náttúrulega við höfum búin að reyna aðeins á Suðurskautinu að vera með bíl sem er rafmagnsbíl og knúinn af sólarorku. Og það reyndar kenndi okkur ýmislegt, en kannski mest það sem það kenndi okkur er að nýtingin sem við fáum úr sólinni með það svæði sem við þurfum að hafa og með veðurfar sem þarna er, vinda og annað, að það er rosalega takmarkað. Þannig að sólin mun aldrei gefa okkur, í náinni framtíð er ekki að gefa okkur svona langtímalaust, sko. Batteri eru mjög erfið í frosti. Ég hef svona meiri trú á vindorkunni. Jafnvel svona kite sem getur flogið mjög hátt og tekið mynda þar. Það sé meiri í orkunni, og fyrir svona 8 árum þá byrjaði ég að skilgreina hvar eru mestu, því eldsneyti kostar þarna alveg bara, þú veist, hvartar er verð á eldsneyti hér, þá er þetta bara í öðrum víddum, sko. Og þú er alltaf að leita að leið til þess að hvernig get ég sparað eldsneyti, sko. Og þannig að við svona fórum í gegnum hvað getur gefið okkur mesta svona sparnað, og eitt af því voru betri dekk. Og við fórum þess vegna í samstarf með Nokia í Finnlandi til að reyna að búa til dekk sem myndu fljóta betur og gefa okkur meiri flot og auðveldari á snjónum. Og það er komið. Og við erum áætla 15–20% sparnað af því. Og það er bara mjög gott. Ég tel líka að þegar við erum með þunga leiðangra, við erum búin að prófa það, keyrðum við yfir Grænlandsjökul með svona plastleða og eldsneytisblöðrur, að það rennur rosalega létt meðan við erum bara snjó, þurfum ekki að fara að príla á einhverju grjóti og svoleiðis, sko. En stýringin á því er svolítið erfið aftan í bílnum, og við erum svona nokkurn veginn búin að þróa það, þannig ég held að við séum að fá meiri getu til þess að draga hluti eftir okkur. En síðan held ég næst í röðinni er vindurinn. Að nota kæta, jafnvel tengja það við sleða sem er tengdur við kæta og láta þetta fljúga hátt uppi. Ég held að það sé næsta svona, en þú getur svona jafnframt verið að bæta við með við nota sólarorkuna í ákveðna hluti. En síðan er kannski svona það sem að maður dettur í hug, þegar maður er alltaf í basli með batteri, hvernig á maður að láta batteri halda sér virkt í þessum kulda, að það er náttúrulega margt að gerast nú sambandi við vetnið.
og þú ert á Suðurskautunni, minn hugur svolítið fastur þar sko. Að þar ertu náttúrulega með mesta vatnsforðabúr heimsins sko, eða sem sagt ferskvatni. Að ég svona ímyndi mér að vindur og geti framleitt vetni. Já. Og þú getur búið til einhvers konar vetnisstöð. Já. En þetta bara svona verkefni. Það svona framtíðin. Það einhvern veginn þannig sko, ég ekki alveg að sjá allavega eins og batteritæknin núna og það sem hann þá erum við ekki sko fyrir Suðurskautið, ég ekki að tala um Ísland. Nei. Fyrir Suðurskautið þá á það svolítið land í land. Já. Og til dæmis vísindastöður og svona, þær vil ekki reyna þetta. Sko. Nei. Þeir enda náttúrulega sko, það er svo mikið í húi ef eitthvað klikkar. Já. Að þeir ekkert að spá í þetta þarna sko, þeir vilja bara eitthvað sem virkar og það þarf að vera 100% stöðugt sko. Já. En það gaman fyrir okkur að prófa þetta og reyna að leiða þetta einhvern Það líka bara skemmtilegt að við komum svolítið hringinn að landnámsmenn komu með eftir knúni segli og vindi. Já. Sem við erum afturkomnir í það. Já, ég meina, en þú veist, það sem við erum búin að prófa kæt fyrir fram bílinn og það hefur ekkert heppnast vel. Nei. Spennandi tíma framundan, það gaman. Þetta búið að vera alveg virkilega skemmtilegt og gaman að fá að koma og við ætlum að skoða okkur betur líka og taka myndir og vídeó og svona og bara Emil Grímsson, takk kærlega fyrir að taka mót okkur. Takk.